Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Verið velkomin í tungumálaspjall eða orðabókaspjall við Rauðaborðið. Til mín eru komnar Halldóra Jónsdóttir og Þórdís Úlfarsdóttir. Þær eru ritstjórar orðabóka Árnastofnunar, er það ekki? Rétt. Sko, þetta er að manni virðist bæði svona frekar praktist málefni. Það er að segja bara eitthvað sem við þurfum eiginlega bið ykkur að segja okkur frá bara þannig að við getum nýtt okkur þetta betur, þessar orðabækur sem eru núna eiginlega tiltækar. Og svo langaði mig líka aðeins til að svona bið ykkur að spökulera dálítið pólitískt, ekki flokkapólitískt eða þannig, en í svona í mikilvægi þessa starfs, svona orðabóka starfs og nýsköpunar og rannsókna í tengslu við orðabækur. En má ég kannski biðja ykkur að segja okkur hlustendum og áhorfendum bara hvaða grunnur þið eru búin að vera að vinna í mörg ára því að leggja grunn, búa til þessar ritstýra þessum orðabókum. Og þetta, svona maður fær stundum fregnir af að þetta eru svona stór áfangar, það sem eru stóra orðabókar bara tilbúnar á netinu, er það ekki? Jú, við hófum þetta starf fyrir löngu, 2006, með því að þarna byrja að vinna við Íslex. Það fekk það heiti og það var samnorrænt verkefni, íslensk orðabók, sem lýsir íslensku nútíma tungumáli og svo voru þýðingar á því öllu á dönsku, norsku, sænsku, færisku, finnsku. Wow. Þetta var svo opnað í áföngum frá 2012 til 2018 og þetta er svona meðalstór orðabók, er núna í kringum 50.000 orð og einkennist af mörgum dæmum og orðasamböndum og allt er þetta þýtt á skandinavísku málin. Þetta var grunnurinn og til þessu verkefnist fengust norrænir peningar. Sem sagt, norrænir þjóðurnar fjármögnuðu sinn hluta og ríkisstjórn Íslands fjármagnaði íslenska partin. Og var þetta svona, þetta verið ekki bara verið af einhverju orðaást heldur hljóta raunverulega þessar þjóðir þá hafa séð hag sín í því, er það ekki að styrkja tengslin eða? Jú, þetta er auðvitað, grunnurinn er norrænt tungumál og samstarf. Í Norðurlandaráði þá er til svona tungumála áætlun og sem hluta henni þá var farið aðtóka hvað væri til af orðabókum á milli norrænu málana. Þá kom í ljós að það vantaði sárlega milli íslensku og sænsku og íslensku og norsku. Og svo voru til eldri bækur milli íslensku og dönsku. En svo kom bara í ljós að þetta voru öll tungumáli sem voru undir og allir vildu vera með. Og er þetta þá vitið hverju nota þetta best? Er þetta mest notað í stjórnsýslunni og í samningagerð og öðru eða er þetta bara nota almennt af fólki? Við getum séð hvað eru margir notendur og hvaðan þeir koma og það notendur Íslex, þeir eru á öllum Norðurlöndunum en við höfum ekki farið út í það að greina nákvæmlega hvort þetta eru nemendur eða stjórnsýslufólk en við vitum þá að þýðendur, til dæmis bókmenntatexta og líka nytjateksta, svo kallara, þeir nota þetta gríðarlega mikið. Og hvernig er praktíkin í þessu? Gerist fólk er þetta áskrifendur sem þarf að kaupa sér aðgang eða er þetta hvernig er svona sá? Nei, það er best bara að fara á árnastofnun.is og þar er greinar gott yfirlit yfir allar orðabækurnar sem er í boði og þetta er allt saman ókeypis. Þannig að þetta er alveg rosaleg þjónustömmit við fólk sem þarf á hjálpa að halda í tungumálanámi lítur að vera líka og þýðingum. Já, það hefur verið markmiðið að þetta nýttist sem flestum. En svo hafið þið fært út kvíarnar og eru komin með fleiri tungumál. Já, við erum... Þetta leiddi af sér fleiri orðabækur. Þessi sami orðabókar grunnur, sem sagt það sem íslenska var sem
aðal tungumálið, þessum feilletruðu orðin á íslensku. Já. Það orðabók sem heitir Lexía. Hún íslensk-frönsk og íslensk-þýsk og það þýski hlutin var opnaður bara núna í október, þannig að þetta alveg brakandi ferskt. Það alltaf bara stór áfangi, ekki, þegar sko svona orðabóka grunnur og tenging við orðabók, má ekki bara það segja. Grunnurinn þessi íslensku orðin og svo orðabókin íslensk-þýska. Það lítur að vera stór áfangi fyrir alla þá sem að bara vilja tjá sig líka. Jú, alla hagsmunaaðila og svo getur maður alltaf að leita að þýska orðinu. Þó að uppfletti orðin sé á íslensku, þá getur maður slegið inn franskt eða þýskt orð og fengið eitthvað. Þannig að maður þarf ekki bara að... Þannig að það í báðar áttir. Það í báðar áttir, já. Svo erum við mjög langt komið íslensk-pólska orðabók sem okkur þykir sérlega mikilvægt verkefni af því að það yfir 20.000 Pólverjar á Íslandi og þetta gert dálítið með þann hóp í huga. En reyndar farið líka að kenna íslensku í Pólandi í háskólum. Já. Nokkrum háskólum að segja. Já. Það nú góð tíðindi, en kennt pólska hér einhvers staðar? Já, pólsk fræði. Ég held að það sé frekar nýlegt nám við Háskóla Íslands. En fyndu þið tvær sem eru ritstjórar, fyndu þið upp á því að nú væri þörf á íslensk-pólskri orðabók eða? Já, það má eiginlega segja það. Þórdís hafi fengið þessa brilljant hugmynd því að það var til sjóður og til ennþá en við háskólan sem að eiginlega skipti sköpum fyrir okkur að þá var auglýst eftir styrkjum til að vinna að íslenskunni, bara í tungunni. Já. Þórdís var svo heppin að í fyrstu útlutum fékk hún 3 milljónir í verkefnið íslensk-pólsk orðabók. Já. Og þá var lagður grunnur að þessu verkefni. Þannig ef þú hefur ekki fengið þessu hugmynd Þórdís og sótt þennan styrka þá væri bara engin íslensk-pólsk orðabók. Nei, jú, sko þetta var í samstarfi við Pólverja sem heitir Stanislav Bartoszek sem hefur búið á Íslandi í marga áratugi og hefur gefið út sína eigin orðabók milli málana en ekki stóra og við fórum í samstarf við hann að gera stóra orðabók og hann var til í þetta og þess vegna sótti ég styrkin. Og hafið þið í huga einhver sjáuð fyrirliggjandi þörf á öðrum orðabókum? Í svona framtíðinni? Menn hafa kallað mjög mikið eftir íslensk-enskri orðabók, auðvitað. Til dæmis allir innflytjendur á Íslandi sem eru nú margir eins og við vitum. Og svo þurfa eiginlega allir á svoleiðis verki að halda. Og hún bara ekki til? Jú, hún í vinnslu hjá okkur auðvitað. Já. Því að við tókum þetta verkefni áfram bara og fórum að þetta var nú verið áhugamál hjá okkur lengi að íslenska-enska kemi inn því að fólk hefur yfirleitt spurt en hvenær kemur íslenska-enska? Og það fór af stað fyrir nokkrum árum og byggir auðvitað á sama grunni og við unnum meira að segja að Þórdís veit meira það. Við unnum með sjálfverkum aðferðin svolítið til að flýta fyrir okkur. Gervigreindinni þá eða eitthvað svoleiðis? Nei, hún kom ekki nálægt þessu reyndar að því að við höfum nú kannski ekki mjög mikið álit á henni í þessu í einhverju sem þarf að vera Ég myndi að spyrja ykkur það En við notum aðferðir máltekninar við að flýta fyrir okkur með íslenska-ensku orðabókina sem ekki sam og gervigreind Íslensk máltekni? Já Jú, þú verður nú alveg að segja okkur frá því held ég frá grunni Og þannig gátum við byrjað á íslenska-ensku orðabókinni. Það að segja við tókum orðalistan, íslenska orðalistan og það nú félagi okkar sem málteknisk sérfræðingur á stofnuninni og hann paraði saman öll orðin við ensk orð í gegnum hinnar orðabækunar. Notaði íslensk, danska, sænska, finnska og svo framvegis til að finna ensk orð á móti því íslenska og
þetta gerði hann og það skilaði ágætis árangri og þurfti reyndar mikla eftirvinnslu. En þar með vorum við komin með dálítið stóran orðaforða, enskan orðaforða á móti íslensku orðunum. Svo þegar það var komið, þetta var 2021, það stutt síðan þetta var, því að orðabókarvinna nú mjög hægfara ferli. Já. Þá réðum við til starfa 2 starfsmenn og þá sjá þeir að ganga frá orðunum og eins og það þarf alltaf að gera það. Það þýðir ekki að hafa orðin bara í einum bing, það þarf að greina því sundur og skipta þeim í merkingarliði og svo framvegis. En hver munurinn á talandi þessa aðferð til dæmis tjáskipta sem þeirra hópa sem hér búa á Íslandi fyrir utan þýðingar og allt svoleiðis stjórnsýsluna, en sem bara þeir Íslendingar sem ekki tala íslensku að móðumáli. Já, þetta fyrir munurinn á að nota þessar orðabækur ykkar til dæmis og að nota bara Google Translate. Já, þetta náttúrulega stórmunur þar á því að orðabækurnar eru unnar af fólki. Hitt kannski svona tilviljunarkennt hvað kemur út úr því og getur valdið misskilningi og við teljum að þetta sé alveg valdi bara byltingu í þessari fyrir fólk sem að fær þetta í síman og það má geta þess að við fengum fjárveitingu frá menningamálráðuneytinu hérna fyrir nokkrum árum til þessa verks og vegna þess að þeir voru farnir að átta sig á þörfinni á svona orðabók og hafa reynda byrt þetta á símum og semst hafði frumkvæðað því þannig að það heitir m.is og vefur með efni frá okkur Þórdísi, semst íslensk nútímamálsorðabók sem við komum á eftir og íslensk ensk og íslensk pólsk og okkur fannst málstaðarinn það góður að við samþyktum að þetta færi inn á vinnslustigi. Þetta ekki tilbúið en við bara opnuðum hérna geymsluna hjá okkur og hleyptum í þetta efni en síðan höfum við auðvitað okkur gengið mjög vel og við opnum pólskuna vonandi í mars og enskuna kannski mitt ár, eitthvað svoleiðis. En þú varst að spyrja akkur getur fólk ekki nota Google bara og auðvitað gera með það, sjálfsögðu, það gera allir það og það oft hægt að fá svörin þar. En við sjáum samt á fjölda notenda allra þessara orðabóka sem við gefum út. Því við getum séð það hvaða það eru margir notendur á ári og þeir eru svo margir að þeir hljóta að hafa eitthvað að sækja í þennan efnivið. Til dæmis íslensk nútímamáls orðabók, hún sem bara eins máls orðabók. Þar eru 450.000 notendur á ári með 1,6 milljónir flettinga og það einhverju ástæða fyrir því að þeir sjá sér hag í því að nota þetta. Já, það hljóta þá líka vera bara nemendur sem að skrifa ritgerðir og þurfa á upplýsingum að halda ekki réttritun og annað. Jú, og ég teki eftir því og við að það líka fólk sem í vinnur í stjórnsýslunni, bara alls konar fólk sem vinnur á skrifstofu, sýslumanns, lögreglunar, landlæknis og alls konar svona aðilar sem hafa haft samband og spurt svona einstaka atriði. En þegar þeir eru komið með þennan grunn og sem byggður á vísindalega, faglega byggður upp og ekki tilviljunarkenntur eins og þú ert að segja, tilviljunarkennt svolítið hvernig Google Translate fungerar. Þá ekki samt annað stig að tengja það við að geta sett inn til dæmis heilar málsgreinar eða ekki bara einstök orð, eins og til dæmis hérna m.is, það ekki m heldur bara stafurinn m.is og þá skrifa ég íslenskt orð og ég ítá pólsku
Þá ættur að fá pólskt samheiti. Já, ég þarf að skrifa sko hérna. Þetta nú held ég mest hannað fyrir síma. Já. Þannig að Jú, hérna kemur það. Já. En ég get ekki skrifað sem sagt setningu. Jú, það er fítus í m.is sem er vélþýðingar. Jú, heyrðu, hér kemur það líka. Já. Þannig að það á að vera hægt. Já. Og er það þá eiginlega svona vandari vélþýðing, finnst ykkur heldur en Google Translate vélþýðingarnar? Ég er ekki viss. Sko, m.is er ekki alveg á okkar vegum, heldur var það ráðuneytið sem átti frumkvæða því. Það gerir alveg villur, en ég hugsa að sé alveg hægt að nota það sér til gags. Þannig að vélþýðingarnar sem eru þar. Ég get ekki lýsti hvaðan ákveðar byggjast nákvæmlega. Ég held að sé hugmynd að þróa þetta aðeins meira og gera þetta að meira svona máltækni tóli sem að geti þjónaði notendum betur. Og það er ýmsir möguleikar í þessu en það allt kostar þetta peninga. Ég held að þetta snúist nú bara það. Já, þannig að það þarf einhver að sjá sér hag í því eða sjá mikinn svona kannski lýðræðislegan eða menningarlegan og lýðræðislegan ávinning í því að þróa einhverja véltækni eða einhverja tækni á grunni þessa starf sem þið hafið eða þessara orðabókar. Já, ég held að til dæmis síðasti menningamálur á þeirra sá mikla möguleika í okkar starfi og óskaði eindreið eftir að koma þessum vef á lakinnar. Og nú bara að vona að næsti, sá sem situr núna, sé grípi boltan og vilji hafa þetta áfram því ég held að þetta sé sérstaklega fyrir íbúa með annað tungumál að móðumáli, þá er það að hafa þetta í hendinni, fólk sem kann pólsku, að geta leitað íslensk pólsku orði eða milli þessara mála og ensku, þannig að allir innflytjendur eða allir sem koma hingað kunni ekki íslensku, þeir grípa til enskunar úr neyð eiginlega. Þannig að þetta er svona, þannig að það er kannski þetta tilraunaverkefni en ef það væri hægt að setja einhvers konar app í síman sem myndi nýta sér þessa íslensk-pólsku orðabók. Já, ég held að það sé hugsunin með þessu og þetta nær langt í bili. Já. En allt er þetta náttúrulega gögn eins og við nefndum áðan að upp úr þessum íslensku tveggjamála orðabókum þá þróuðum við íslenska nútímálsorðabók við Þórdís sem að er sem sagt gífilega mikið notuð, næstu 500.000 manna, við veit nú eiginlega ekki hvert að fólki er, af því að það hljóta að vera fleiri en Íslendingar sem er að nota. Já. Og hún er ekki til á prenti? Nei. Þannig þetta er bara algjör nýsköpun, sko. Já, allar þessar bækur eru bara vef orðabækur. Og það er hugsunin, því að við vitum í dag, þá er enginn sem að til dæmis vill borga fyrir orðabók, öðrulega ekki standa upp og ná sér í bók og fletta, heldur bara að geta slegið inn orði og fengi svar. Þannig þessa tilraunir til þess að selja munum áskrift og orðabókum að það kannski gekk ekki alveg nógu vel eða hvað? Jú, það gekk lengi vel. Já. En það vita allir núna að til dæmis orðabóka forlög allan heim lifðu bara nokkuð góðu lífi lengi vel og gáttu selt orðabækur alveg í fermingagjafir. Það var nú vissulega fermingagjafir og stúdensgjafir og alls konar. En núna vill fólk bara fá allar upplýsingarnar strax. Ókeypis og strax. Já, ókeypis og strax og við höfum heyrt að í Noregi þá eru orðabækur skilgreinda sem innviðir þjóðfélags. Já. Það er bara sérstaklega móðumálið. En hérna eru þið bara tvær að mestu liti í þessu þá innviða við erum eiginlega bara tvær og svo þegar við vinnum með önnur tungumálin íslensku að því við erum starfsmenn Árnastofnunar eins og þegar við byrjuðum á ensku orðabókinni, íslenska ensku orðabókinni, þá það hefur verið meira háttar mál að fjármagna hana af því að þetta er ekkert skilgreint sem innviðir. Nei. Þannig að við höfum alltaf þurft að standi því að finna styrki fyrir þessa vinnu og íslensk pólsku orðabókina, það
hefur komið stór styrkur frá félagsmálaráðuneytinu í hana. Já. En þetta svolítið skrítin lítur náttúrulega stór tími og ykkur þá fara ég að leita styrkja en maður getur ímyndað sér eins og þið segið þetta tímafrekt starf að ef þetta væru skilgreindir sem mikilvægir innviðir að þá náttúrulega ættu því að vera bara fullu starf verða ekki í að auka við þennan gagnagrunn. Jú, en við erum svo sem í þessu alla daga og þetta svo allt öðruvísi heldur en í gamla daga því að eftir 2000 þá var þetta orðið allt rafrænt og gagnagrunnar voru orðnir aðgengilegir, eins og kostuðu gagnagrunnar. Bara kerfin sjálf kostuðu nokkra milljónir. Nú eru gagnagrunnar ókeypis. Margir hverjir. Þetta bara eitthvað sem hugbúnaðar sem maður getur sótt sér. Þannig að það eftir 2000 var orðin grundvellur fyrir því að hafa þetta allt saman bara rafrænt og að sjálfsögðu með tilkomu internetsins þegar það var orðið svolítið þróað og veraldarvefurinn gerði þetta allt mögulegt. Þannig að það eiginlega mjög sjaldgæft núna orðabækur séu prentaðar lengur. En þessi merkilega íslenska nútíma máls orðabók, hvernig eiginlega ósköpunum farið að því að koma henni saman? Ég meina, eru þið bara í að safna svona orðum? Nei, þetta tökum við góðu búi frá okkur sjálfum reyndar og öðrum. Það íslensk. Þá var íslenskunni lýst, bara lýsing á íslensku eins og hún var þarna upp úr 2000 og kannski frá miðri síðustu öld og inn á orðabók háskólan sem þá var sem varð svo hluti af Árnastofnun þá var mjög mikið af sérfræðingum auðvitað að vinna við orðfræði og það voru margir sem lögðu hönd á plóg og við byggjum á gömlum gagnasöfnum eða gagnasöfnum sem að gefa upplýsingar. Þannig að við vorum mörg sem að þessu lengi vel til að búa til grunninn. Svo þetta svo merkilegt að þegar við fáum þýðendur í öðrum löndum sem að vinna bara heima hjá sér við þetta, þá koma þeir oft með undarlega spurningar. Eitthvað sem við höldum að sé bara alveg eðlilegt. Þeir segja nei, þetta var skrítið. Og þá förum við að skoða og það verður oft til þess að við lögum hluti. Þannig að við höfum þróað þetta lengi, alveg í 20 ár. Og þannig að við sem sagt, en auðvitað þegar við ákveðum að setjast við að gera íslenska nútímamáls orðabók, þá erum við að breyta tveggjamála orðabók í einsmáls. Þá erum við mjög nákvæmar, við þurftum að laga allar skýringar því að þær voru bara búnar til hérna á sínum tíma fyrir fólk til að hjálpa þeim við að þýða yfir á önnur mál. Þannig að þetta hefur verið heilmikið vinna hjá okkur en mjög í góðu framhald af því sem við gerðum áður. En finnst ykkur svona að þið ættu að fá liðsauka eða svoleiðis ef þið bara pælið í því ef þið verið menntamála ráðherrar eða þannig er þetta ekki svona... Við gætum alveg nota liðsauka. Já, með fullir virðingu fyrir ykkur og ykkar dugnaði greinlega. Já, við erum bara tvær. Já. Það verður náttúrulega stórkostlegt ef við getum búið til íslenska orðabók. Okkur hefur til dæmis langað til að gera stærri orðabók. Þessi íslenska orðabókin okkar, hún bara 56.000 orð, þannig að hún gæti alveg, það væri alveg hægt að bæta við hana orðum. Og við bætum alveg við orðum alveg reglulega. Þannig að hún hefur stækkað. Og við núna nota maður textasöfn til dæmis til að sækja ný orð. En vaknið þið stundu bara mótnana og hugsið, ykkur hefur dreymt eitthvað orð, kannski bara hugsið með ykkur þetta orð vantar og farið að bæti því bara við? Já, það kannski dreymir mann ekki, maður heyrir bara fólk segja eitthvað eða það eitthvað mikið í umræðinni og við höfum þurft að fara í svona skipulega orðtöku, til dæmis bara í kringum heimsfaraldur og slíkt. Þá þurftum að bæta fullt af orðum. En mér hugsað til talandi að við fáum
fáum fólk til starfa og gerum starra verk. Hugsaðu ykkur, fyrir 100 árum þá kom út íslensk orðabók Sigfús Blöndal og hún er 120.000 orð. Hún er 120.000? Já. Já, þannig að það er viðmiðunin, þannig að þegar þú segir að 50.000 sé svolítið svona lítil, þá er það miðað við eins og þá orðabók sem er 120.000. Já, við kallum þetta meðalstóra orðabók, 56.000, það er svona meðalstór, kringum 50.000. Já, já. Stór orðabók væri eins og Blöndal, en við sjáum líka í nágrannalöndunum eins og í Danmörku og Svíþjóð, og Noregi, þar eru náttúrulega miklu stærri bækur og ítalegri skýringar og meiri svona dýpri merkingagreining. Það lítur það að vera gott fyrir bókmynda þýðingar til dæmis. Lítur að vera alveg nauðsynlegt, er það ekki fyrir til þess að tungumáli geti endurnýjað sig eða hvað, að orðabækurnar séu stórar? Jú, það þarf aðalega uppfæra þær af því að til að það er úreldist ekki. Sko, ég get nefnt sem dæmi sko að það eru orð sem að orðin, þau hoppa aldrei sjálf inn í orðabókina, það þarf alltaf að hafa fyrir því að finna þau, láta sér detta í hug eða finna þau með einhverjum aðferðum. Orð eins og matartegundir eins og quinoa, kókosolía, sem eru kannski ekki svo gamlar í heillum verslana hér á landi og við bætum þessu við og svo eru hlutir eins og rafrettur og handspritt, bara til að nefna nokkur lítil dæmi, orðin svo líffæragjafi og svo setjum við líka einn dálítið af slettum að því að við Íslendingar við erum svo duglega að sletta ensku, sérstaklega. Við höfum tekið inn svolítið af slettum. Já, og ég fyrir bara slangur. Slangur, já. Það var eitthvað til slangur og við höfum svolítið strángan filter á það sko. Já. En orð sem eru mjög mikið notuð og beigjast eftir íslensku beigingarkerfi, plotta, fókusera, diskutera. Já. En við tökum ekki inn öll ensk orð sem menn nota sín á milli af því að það myndi bara slega orðabókina að hafa. En það myndi ekki slega ykkur, þið ekkert svona bugaðar, er þetta ekki svolítið yfirþyrmandi verkefni svona? Nei, ég held að við sofum nú alveg rólega því að auðvitað er ábyrðin mikil en ég held að maður getur nú ekki verið að taka þetta mjög hátíðlega þannig. Við vitum að þetta er fín orðabók eins og hún er og það verða væntanlega verða einhverjir aðrir sem að stækkan helming en þetta er mjög fínt og það er mjög mörg það er mikið að gögnum til sem fólk getur leitað í annað en þetta inn á VF Árnastofnunar er til dæmis sagt að fara í íslenskt orðanet sem er alveg gífurlega stórt og gott uppfletti rit eða sem sagt það er á vefnum og svo er hægt að leita í eldri bókum og risamálheildin er til dæmis svona textasafn sem er hægt að leita í sem er með öllu textarnir eru frá því eftir 2000. Já, þetta er svakalega gagnagrunnar áhugaverðir. Og svo er hægt að nefna vefinn málið.is en Halldóra er nú einn af ritstjórum þess og þar er hægt að leita samtímis í mörgum orðabókum og mörgum svona gagnagrunnum. Það er alveg, ég hef oft gert það, þetta er bara svona, maður getur alveg gleymt sér við það, þetta er svona eins og leikur, skemmtileg. Já, þetta var mikill áfangi þegar við opnum málið, það var 2016, tími líður svo hratt, þá var þetta svona draumur sem rættist, að fólk gæti fengið eitt hlið inn í svo mörg gagnasöfn, þá var ekki athygli kannski á einhverju sem fólk þekkti ekki eins vel, og lengi var langvinsælasta þarna ritið var orðsifjabók uppruna orða en hún hefur núna fengið sinn eigin VF og sem er mjög glæsilegur og skemmtilegur fyrir fólk. Er þið líka ritstjóra hans? Nei, við erum það reyndar ekki en hún það er hægt að
nálgast hana á orðsifjabók.árnastofnun.is. En þetta svona mikill fjársjóður, þessi orð. Ef tökum nú pólitíkina sko, er einhver hætt á að svona einhverju smættunar sinnar komist í málið og segi það nú alveg nógu gott bara að hafa gervigrindinni nógu klár eða Google Translate, við þurfum ekki að vera auka við, það nógu að hafa 50.000, við þurfum ekki að hafa 100.000, eitthvað svoleiðis. Hvernig svarið þið svoleiðis röddum? Nú nýbúið að skipta ríkisstjórn. Já. Og menningarmálaráðherra sem var með Árnastofnun, hún Lilja Alfreðsdóttir, hún sýndi þessum verkum mikinn áhuga og svo bara eftir að koma í ljós hvernig þetta verður með nýjum ráðamönnum. Við vitum ekkert hvernig þetta verður í framhaldinu. Ég tel nú að þetta muni allt fara í hring. Svona hlutni eiga það til að fara í hring. Við vitum vel að menningarsjóður var seldur hérna fyrir löngu, 92 eða 91, eða íslensk orðabók var seld 92. Nú bara komin ný íslensk orðabók, hún ekki stór og hinn, en hún unnin af ríkinu. En hvert var hún seld? Hún var seld til Máls og menningar. Já. Þú veist, það var einkavæðingarnefnd sem að vildi einkavæða, en svo kemur náttúrulega ljós að markaðurinn hefur ekki lengur áhuga á orðabókagerð af því að orðabókagerðin skilar engum arði. Og þá þarf ríkið aftur að koma inn. Þá ríkið aftur komið og ég held að það sé bara blóma tími fyrir okkur núna að gera ríkisreknar orðabækur. Já, það svolítið langt svona gengi finnst mann í einkavæðingu að fara að einkavæða tungumálið. Já, þetta voru náttúrulega alls konar starfsemi sem menningarsjóður stóð fyrir og þetta var bara einhver svona sparnaðar hugmynd væntanlega að koma þessu verð fyrir ríkið eða leyfa duglegum einkaaðilum spreyta sig. Já. Og þá komum við kannski aftur að því sem við sagðum hérna áðan að í Noregi farið að viðurkenna orðabækur sem hluti af innviðunum, mikilvægum innviðum og það að ég held að það ekki mjög mörg ár síðan það gerðist. Þangað til var áður en það var eins og hjá öllum öðrum að menn börðust í bökkum og þurfti að leita styrkja út allar trissur til að fjármagna þetta. En svo sáu Norðmenn að það var vit í þessu. Það var nú alveg óskandi að Íslendingar myndu taka sér þetta til fyrirmyndar svona? Já, ég meina Færeyingar til dæmis, þeir nú svo sniðugir að þeir eru með ókeypis aðgang á öllum orðabókum. Það var held ég bara af stjórnvöld sem að fundu út að gerast áskrifendur að hjá orðabókaforlaginu sem heitir Sprotin sem reyndar gefur út fagbókmenntir og alls konar bókmenntir og nú hafa allir íbúarnir ókeypis aðgang að þessum orðabókum. Og hafa haft lengi. Já. Og þið eru búin að vinna að íslensk-færeyskri orðabók líka. Já, hún inn á bara okkar íslensk vef sko. Já. Af því að við erum einhvern veginn ekki inn í því gagnasafni en okkar náttúrulega eins og öll okkar orðabókaverk, þau eru öll ókeypis aðgangi. En eitthvað þetta, mér fannst þú eitthvað svona, þú varst ekki mjög spennt Þórdís fyrir gervigreindinni, svona, finnst þér hún ekki vera mjög greind? Við höfum gert talsvert margar tilraunir á stofnuninni, okkur til gamans og líka, við höfum líka geta haft svolítið gagn af henni, af því að það hægt að nota hana í sömt. Ef maður með setningu sem eitthvað klúðurslega orðuð og þá hægt að láta gervigreindina orðan upp á nýtt. Að ég tala nú ekki ef hún á ensku. Gervigreindin betri í ensku en á íslensku. En að láta gervigreind skilja íslenskan texta og búa til íslenskar orðskýringar, það gengur ekki vel, ekki ennþá að mista kosti. Þannig að það sem ég hef séð, að ég hef ekki mikið álit á því
og hvernig það verður, hvernig það þróast, það veit ég ekki. Er það ekkert eitthvað sem hægt að stjórna til dæmis að tengja þessa gagnagrunni ykkar við gervigreindina eða svoleiðis, þú veist, þannig að hún sé betur standi á styrkari stóðum? Ég held að íslenska sé ekki kannski besta tungumálið til að vinna með gervigreind. Nei. Þetta er lítið tungumál. Það er ekki rosalega mikið til af gögnum eins og til dæmis fyrir stóru heimsmálin. Já. Nei, nú þekki maður þetta ekki. En maður spyrir svona undir lokin persónulega, hvernig eiginlega svona dróust þið inn í þetta að bara búa til orðabækur fyrir alla landsmenn og aðra? Eru þið bara orða áhuga konur? Já, ég meina, ég komst nú inn í þennan heim sem bara frá því að vera tungumálakennari. Ég lærði dönsku í háskóla, fór í framhaldsnám til Kaupmannahafnar og lærði meiri dönsku og þá kemur maður heim og verður dönsku kennari, svona, það er bara augljóst. Og það er nú svona í þinni fjölskyldu uppeldi, pabbiðinni og Jónar Hjálmarsson, mikill kennari og tungumálamaður. Jú, kannski vildi maður bara endilega kenna fólki eitthvað. Já. En svo gerist það að 1987 þá byrjaði ég að vinna hjá Ísafoldarprentsmiðju á ritstjórnarskrifstofu dansk-íslenskrar orðabókar með 2 ritstjórum, Hrefnu Arnalds og Ingibjörgu Jóhannesen, og það var eiginlega bara ekki aftur snúið. En það var mjög skemmtilegt því að þar sátum við og skrifuðum með blýanti á blað. Það var fyrir tíma tölvualdar eða gagnagrunna. Eða bara algjörlega við mörkin. Svo kom þessi bók út á prenti þetta, 92, en svo mörgum árum setna þá, fyrir 2000 allavega, þá fór ég að vinna hjá Mál og menningu og við orðabókagerð og var það svo hluti af ritstjórn íslenskrar orðabókar, þar sem Mörður Árnason var aðalritstjóri. Og þá var ég var á sama stað þá og þar kynntumst við fyrst og það var fyrir 2000 og ég hafði áður unnið hjá Orðabók Háskólans við alls konar störf, meðal annars við eldri orðabækur, og svo fór ég að vinna hjá Árnastofnun sem sagt 2003 og þannig einhvern veginn sogaðist maður inn í þetta. Og það er erfitt að hætta, finnst ykkur. Þið finnir alveg að þetta er mikilvægt verkefni einhvern veginn að halda því áfram, að bara slepp ekki takinu. Já, það er allavega augljóst að það er alveg nóga verkefnum. Já. Við verðum alls ekki verkefnalausar. Það er alltaf eitthvað nýtt og spennandi. Í sjálfu sér Þórdís nú að byrja á nýju spennandi verkefni sem ég fæ kannski að koma að. Já. Það er samheita orðabókin. Já, við erum að byrja að gera nýja íslenska samheita orðabók sem að það er vísu til einn sem en hún er í áskriftaraðgangi á snöru.is. Það þarf að kaupa aðganga henni. En og hún byggir á þessari, hvað er það ekki prentuð sem var prentuð? Jú, þetta er bara sama ritið og er prentað bókin. Og ert þú að bæta við hana? Eftir Svavar Sigmundsson. Nei, við ætlum að byrja alveg frá grunni og byrja alveg frá grunni bara? Já, og Svavar ætlar, hann reyndar leyfir okkur að nota efnið úr sinni bók, en við ætlum að hafa þetta aðeins öðruvísi. Hvernig þá? Hvernig svona, akkur er gott að byrja frá grunni? Af því að við ætlum að nota tæknilegri aðferðir við að búa hana til núna. Og við ætlum að hafa svona aðeins öðruvísi framsetningu. Þó að bók Svavar sé ágætt, þá er hún svona á mikið kannski að svolítið gömlum skrýtnum orðum í henni. Já. Og við ætlum svona bara að stilla þessu svolítið öðruvísi upp og hafa þetta rafrænt alveg frá byrjun. Og eiga gömlu skrýtnu orðina dett út þá eða? Kannski söm þeirra. Því nú veit ég að margir rithöfundar nýta sér þessar bækur og ekki síst kannski upp á gömlu skrýtnu orðina. Það er alveg ljóst að rithöfundar mun aldrei hætta að nota gömlu bækunar. Þannig að þeir munu hafa áfram aðgang að þeim væntanlega og vera stórnotendur að
Sigfúsi Blöndal, ég meina það alveg vitað að íslenska orðabók Blöndals brunnur fyrir rithöfunda og samita orðabækur og fleira. Þannig að... En það má sem sagt greinlega gera þær, svona endur nýja þær þannig að uppfæra þær, hvað heitir það, til að séu svona virki betur. Já, vegna þess að það þarf alltaf ný og ný verk. Það bara þannig. Nútíminn einhvern veginn þarf alltaf eitthvað aðeins nýrra heldur en það sem 20 ára gamalt. Já. Og líka bara til þess að þar funkar þær þá betur í svona kannski hverjir munu helst nota samheit orðabók, nýja samheit orðabók? Kennarar hafa mikið beðið þetta og kannski líka fyrir, ég veit ekki af hverju, en nemendur sem þurfa að skrifa, þeir þurfa að hafa orðaforða og þetta meðal annars til að auka orðaforða nemenda og þá kannski betra að hafa ekki allt of plássfrekan gamla orðaforðan heldur líka minnskosti nýju orðin. Já. Þannig þetta til þess að, og Halldóra, ert þú með eitthvað svona nýtt sem að þú alveg brennur skilinu? Nei, nú náttúrulega nálgast starfslok hjá mér, þannig að ég komin í hálft starf, þannig ég reyna að draga saman seglin, en nú, sem sagt, við þurfum nú að opna hérna nokkrar orðabækur í viðbót eða allavega þessar 2 og koma þeim í höfn. Og kannski koma einhverjum öðrum þá, einhverjum liðsauka inn í... Já, íslenska nútímálsorðabók, það verður spennandi að vita hvort að einhver ósk komi frá stjórnvöldum að efla orðabækurnar. Það gæti verið. Má ég spyrja eitt þetta svona smá PS neðamálskrein, þannig að þegar þú segir orðabók Sigfúsar Blöndal, var það ekkit vitað að konan hans Björg vann með honum að þessari orðabók? Jú, við settum þessa orðabók á vefinn. Við Þórdís vorum í þeirri verkefni stjórn. Þetta var gífurlega mikil vinna og sem betur fer var Björg ekki bara höfundur orðabókarinnar en kallinn skrifaði fyrir því. Heldur bjó hún svo hnútana að þetta var sjálfsegna stofnun líku við að það var alltaf til sjóður. Þannig að það kostnaðarsamt að setja þetta á vefinn. Sjóðurinn hann bara greiddi laun stúdenta í mörg ár til að gera þetta. En talandi uppfæra mætti ekki tala orðabók Blöndals og Bjargar? Jú, en við þurfum aðeins að það voru margir sem voru hneykslaðar á okkur að við ferum ekki að breyta. En þetta lokað mingi, þetta búið, þetta verk sem skráð í bókasöfn og annað. Skráðu titill. Við getum því miður bara ekki, við höldum hennar hlutað þetta hátt á lofti, höfum myndað þeim báðum sem jafn stór á vefnum og auðvitað heiðruðum hana alveg sem sagt en við getum ekki breytt því sem stendur í bókfræðilegum upplýsingum. Nei. En þið sjálfar, þið eruð ekki svona höfundar þessar orðabóka í skilningur að þið séu þessi mynd af ykkur, stóra myndir af ykkur aftan á þessar bækur eru ekki prentaðar, en ef þær verður prentaðar þá myndi ekki vera kannski stóra myndir af ykkur. Þetta eru svolítið svona duldir höfundar sem að búa til orðabækur. Á vefsíðunni þá kallum við okkur alveg höfunda. Höfunda og ritstjóra, þó við séum reyndar ekki með myndir af okkur. En en hún hefur ekki birst á prenti, okkar orðabækur eru bara á vefnum. Það eru þetta allt öðruvísi veforðabækur. Þær verða svolítið svona almanneign strax og þeir sem búið er til verða einhvern veginn bara ósýnilegir og það svolítið svona tendens til þess að fólk haldi bara, þetta verði bara til. Sjálfkrafa. Og það það bara þannig eins og með svo margt sem ratar á vefinn. Jú, það er náttúrulega höfunda. Eignarhaldi verður oft mjög óljóst. Og við höfum auðvitað aðeins þurft að áminna fólk að taka ekki okkar verk bara orðalaust. Það er höfundaréttur. Það er sæmdarréttur. Við Árnastofnun og höfundaréttin. En svo eru margir eins og segir, svo byggir þetta á starfi margra í gegnum árin, þannig að það er líka svolítið flókið. Þetta flókið og við vitum vel að það er löngu liðin tíð að einhver situr upp á Hannabjálka og býr til ódauðlega orðabók. Það getur vel verið, þú getur búið til ódauðlega skáldsögu. En
orðabækur eru samvinnuverkefni. Það vitum við með Blöndal, sko, hann hafði Björgu alltaf á baku tjöldin. Já, þið eruð kæra þakki fyrir að koma hérna til okkar að Rauðaborðinu og segja okkur frá orðabókunum ykkar og orðabókunum sem að þið ritstýrið og eruð höfundar og samhöfundar að, og við bendum hlustendum og áhörfundum á að fara inn á hvaða slóð, það er náttúrulega bara m.is sem er þessi tilraunaverkefni með þýsku, með pólsku og ensku. Og svo er það Árnastofnun is, þar er strax hægt að sjá lista yfir orðabækurnar með því að íta á grænt merki stofnunarinnar sem er þarna. Og máli.is auðvitað. Já. Máli.is er kannski fyrsta aðgengið. Já. Og svo er hægt að rekja sig áfram. Og svo eitthvað að fá í síma og svo leiðis. Þetta er svona skemmtilegt grúsk fyrir hlustendur og áhorfendur að komast inn í, fá þessi tæki í hendur. Kæra þakkir fyrir að vinna þetta starf fyrir okkur og fyrir að koma inn að Rauðaborðinu, Halldóra Jónsdóttir og Þórdís Úlfarsdóttir, ritstjórar orðabóka hjá Árnastofnun. Takk fyrir. Takk. Og hlustendum og áhorfendum þakka ég kærlega fyrir að sitja hérna við Rauðaborðið með okkur í kvöld. Þættir með lokið. Við höfum farið alveg víðan völl en svona tölverð áherslega á tungumálið í þessum mánudagsþætti. Ég minni á að þið getið styrkt okkur með því að tala okkur og skrifa kannski athugasemdir inn á netið en líka með því að fara inn á ég ætla að segja inn á Árnastofnun, inn á samstöðun.is og þar er lítill takki sem ástendur áskrift ef þið viljið styrkja okkur líka svona fjárhagslega og jafnvel að gerast þáttakandur eða hlutað eigendur í þessum samræði vettvangi. Þá er þetta svona haka við að gerast slíkur hlutað eigandi. En það er, ég held að þessi mánaðarlegt gjaldir 2500 en auðvitað er efnið allt sko opið, það er ekki það. En þetta er mikilvægur styrkur dagskrárgerðarinnar og það má líka nefna að okkur er að finna á þessari síðu, samstöðin.is, líka á YouTube, þetta bara googla samstöðin, öllum helstu hlaðvarpsveitum, útvarpinu á rás 89,1 og svo á sjónvarpi Símans á rás 5. Ég þakka Laufey Líndal fyrir að varpa samræðinu yfir til ykkar og segi góða nótt. Segðu það á samstöðinni. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.